Ágætu elskuðu vinir, við erum samankomin hérna til þess að ræða málun okkar við Guð og við höfum nú góða reynslu af honum að hann hefur nú eitthvað til málan að leggja og gott sem fer vel með hjartað okkar og við viljum allavega höfum aukin hug á því að komast nær honum og að því við viljum að trúin okkar eflist, minnki ekki. Og fóðrið fyrir trúna einmitt fræðsla í Biblíunni og uppörfun í Biblíunni og það sem að orðið hefur að segja, það fræðslan fyrir trúna okkar og við getum ekkert fætt trúna okkar með neinum öðrum hætti. Trú og verk fara saman, verkin í trúni ángi af fræðslunni, þannig að þetta hangir allt saman á spýtunni og við gerum bæði. Við gerum það eins og Guð leggur til, þá bara getur trúin ekkert annað en vaxið og við haldist rétt á veginum. En ef við förum í eitthvað aðra áttin með þetta og svona þá svo stutt í hrokan og hann stekkur á okkur, þá getur allt á milli himins og jörðar gerst hjá okkur, en það ekki það sem að Guð að biðja okkur um. Og hvernig komum við í fyrir það? Það í auðmýktinni. Þegar við gerum okkur grein fyrir því okkur eigin smæð en styrka okkar í Guði, í Jesú Kristi. En þetta niðurlega sjálfan, það bara langur vegur frá því. Þetta bara það sem sannleikur. Við vitum alveg hvernig við erum. Við vitum að við getum gripið til alls konar umsagna og orða og bara sem ekkert annað en hroki. En það einmitt það sem við viljum ekki. Af því við viljum gera vilja Guðs og við getum ekki gert vilja Guðs nema í auðmýkt, nema beygja okkur fram fyrir honum af því að hann góður. Hann leyfir mér að gera það sem ég vil, en því miður, ef ég kem fram fyrir hann í hroka, þá segir hann við mig, segir ekki, en ég veit það, heyrðu vinur, ég bara því miður, þú voru að taka það eins frá núna, nú get ég ekki notað þig. Og það verður þannig að því að ef hann kemst ekki að, getur hann ekki notað manni og það náttúrulega mjög slæm býtti ef að trúin mín fer með mig í þessa átt, eða trúin mín gerir það ekki heldur það minn eigin vilji sem að fer með mig inn á þessa braut gerist það. En svona efni og annað gott vanda kristilegt efni getur komið í veg fyrir það að þetta gerist og ég hugsa meira þessi mál á þessum nótum, auðmýktarnótunum. Nei, það ekki verið að niðurlægja nokkurn mann með því að tala svona og ég heldur ekki að niðurlægja sjálfmann mig með því að segja að ég þurfi á auðmýkt að halda. Þetta bara staðreind. Og þetta það sem að eykur manninu trú. Þetta það sem gerir hann að því verkværi sem Guð getur nota. Þetta gefur drottni færi á að tala mig og þig eins og hann talaði Davíð konung, maður eftir mínu hjarta. Davíð var ekki fullkomnari heldur en ég og þú, við þurfum ekkert að vera neitt að velta því fyrir okkur. Og ekkert af þessum mönnum voru neitt fullkomnari menn heldur en ég eða þú, ekkert af þeim. En þeir tóku þó ákvörðun að beygja sig í duftið frammi fyrir Guði af því að þeir viðurkenndu hvernig þeir voru. Hvernig getum við viðurkennda? Við vitum hvað getur stundum bærst í hjartan okkar. Er það ekki rétt hjá mér? Við vitum þangan þar. Við vitum þegar öfundin að grípa okkur. Að dæmi sé tekið. Við vitum að við öfundum þennan og hinn og þessa fyrir það kannski hvað henni gengur vel en mér illa. Það alls konar svona þangar sem að trúin og kennslan í trúni getur fengið mig til að ígrunda og skoða og svo viðurkenni ég það að svona þetta og ég þarf að fá hjálpið að fara ekkert inn á þessa braut og drottinn segi auðmýkt. Þetta nefnilega frábært
að komast á þann stað að bara viðurkenna þetta, ég þarf auðmýkt frammi fyrir Guði og ég beygi mig fyrir honum, ég beygi mig ekki fyrir nokkur manni, ég virði menn, ég alveg tilbúin til að hlýða því sem þeir segja ef ég þurfi að lúta stjórn eins og við öll gerum með einum öðrum hætti, að því ég vil að verki gangi snurðulegst og ég vil hafa frið í kringum mig, þá ger ég þetta með þessum hætti. En sjálfur beygi ég mig í raun og veru ekki fyrir neinu nema Guði, en ég beygi mig fyrir honum, ég beygi mig algjörn fyrir honum, og svo beygi ég mig líka fyrir skipulagi sem menn hafa gert, eins og ég saði áðan, til þess að halda friði. Ég þarf ekki að koma gegn skipulaginu, því að þetta er eitthvað sem að menn eru bara búin að koma sér saman og sumt er gott og annað er kannski ekki eins gott, en það bara verður þá svo að vera. En til þess að skipulagi haldist gott og betra og betrumbætt, þá býði ég inn í það mál, í minni auðmýkt. Og Drottinn heyri bænir, auðmýktarinnar, tendruð og nærð á trú. Þess vegna erum við fætur Drottins, að við viljum að þetta vaxi. Við viljum að þetta eflist og aukist. Við viljum að þetta sé okkur sá kostur sem að trúin segist vera öllu fólki. Er ég upplifað þennan kost? Svo sannarlega. Ég er upplifað nú hverjum einasta degi. Ég get alveg fullyrt að hér, ef ég ætti ekki trú þá væri ég ekkert hér neitt í þessu ástandi sem ég er. Þokkalegu ástandi og góðu ástandi og með allt í kringum mig sem að ég vil hafa í kringum mig. Innan og gott fólk og væna menn og konur. Þetta er bara gjöf frá Guði. Ég svo að skilja, ég hef reyndar alltaf verið innan ágætis fólk og tel mig sjálfan vera bara ágætis náunga. Og ég held að menn geti alveg tekið undir það. En það er nú aukaatriði. Aðalatriðið er það að við séum á þeim stað sem Guð vill að við séum. Og hver er staðurinn þinn í Guði? Ertu á honum? Þú svarar því, þú þarft ekki að svara mér því. Og ef þú ert ekki á honum, þá breytar það yngur fyrir mig. Ég líti ekkert niður á það neitt ef þú ert ykkur starf annars þar en Guð vill að þú sért. Það er bara þitt vandamál sem þú þarft að gera upp við Guð, en þú gerir það aldrei ef þú sýnir ekki Guði þá auðmýkt sem þarf. Ef þú sýnir ekki Guði þá auðmýkt og þá virðingu að þú beygir þér fyrir honum, myndu aldrei eiga frið við hann. Þetta er bara reglan hjá Guði, eins og við vorum að tala um á það. Hroki minn kemur í veg fyrir að Guð geti notað mig. Þess vegna hef ég fyrir mína parta og hvet menn á stað þjónustunnar að hef ég tekið fyrir mig þann valkost að stíga til hliðar þegar ég geng í það verk sem Drottinn vill að ég vinni, af því að ég vill ekki þvælast fyrir því sem Guð er að segja. Ég vill að þú heyrir það sem Drottinn er að tala. Þannig hefur þetta verið hjá mér alveg síðan ég byrjaði í þessu, og það er orðið nokkuð mörg ár síðan ég steig fyrst fram og byrjaði að tala. Allir maður sé ekki búin að vera í þessu 15 ár, 12-15 ár, ég geti trúað því. Ég hef alltaf gert þetta svona alveg frá byrjun. Og það hefur hingað til verið minn styrkur. Og þetta er kennslan sem að Guð setti alveg mjög rækilega í mitt hjarta og hefur verið að segja mér að tala um þetta annað vefið. Að stíga til hliðar sjálfur. Það er lykilatriði fyrir kirkjuna og Guðs þjóna. Þegar ég er ekkert betri maður en hver sem er. Ég veit alveg um hrokan, ég veit alveg hvað hann er nálægt mér. Ég veit að mikillæti getur komist að mér og þá hefur mikillætið gert vegg á milli mín og Guðs. Og það bara vil ég alls ekki að það gerist. Ég sagði það einu sinni við Guð, ef að ég tek snefla sjálfu mér inn í svona umræðu, þá er ég farin úr þessu embætti. Og þetta er einhvað sem að stendur bara enn. En þú vilt að ég haldi þessu áfram og þá ætlar þú líka að halda áfram að biðja fyrir mér og þessu verkefni sem ég er í, að þér líkar vel við það. Að þú finnur það að þetta er guðlegt og gott verkefni sem þessi náungi er í.
Ég sagði þetta við sjálfa mig og Guð og ég stend við það. En það hefur sem betur verið ekki gerst, því að ég vil ekki fara úr þessu. Mér líka vel við þessa vinnu sem ég í dag og ég elska þessa vinnu. Og ég hef reyndar alltaf, ég vil eitthvað líka ágætla við vinnuna sem ég hef unnið bara frá því ég var unglingur. Ég byrjaði nú snemma að vinna, en ég get nú ekki sagt um það að ég elska hana. En ég elska þessa vinnu, alveg í botn. Að ég elska kirkjuna, ég elska söfnuðin og ég hef tekið þann pól í hæðin líka að styðja kirkjuna og styðja söfnuðin, styðja þá sem fara fyrir og ég hef aldrei, og Guð gefur mér visku til þess, ég hef aldrei talað gegn þeim sem fara fyrir. Aldrei. Ég hef alltaf stutt á. Og þetta mega þeir vita sem sem að leiða kirkju, það fullt af fólki í söfnuðin sem styðja þá. Ekki sem miklu og merkilega menn, heldur þeir styðja skipulagið sem þeir vita hvernig Guð er með. Menn kom og fara. En skipulagið svona, einn leiðir og menn styðja hann og hanna. Ef við leggjum ekki hatt okkar og mann í styðjannan mann, af því það mun alltaf fara illa. Hvað ætlar þú að gera, elskaði vinur og vinkona, ef að maðurinn sem að þú hefur stutt hingað til er farin? Hvað ætlar að gera? Fara líka? Við styðjum leiðtogan ef við elskum Jesú. Og að því við elskum Jesú, þá elskum við líka leiðtogan og kirkjuna og söfnuðin og allan pakkan. Hann elskar Guð sem stór elska. Hún er ekki með rörstínun á einhvern einstakling. Jesú er stór. Jesú sem ég þjóna, hann þjónar í raun öllum heiminum, öllu sínu fólki allstæðar í heiminum á þessu andartaki sem hann er að þjóna þér. Hvað skyldi að vera að þjóna til margra á sama andartaki en að þjóna til þín og mín? Milljónir manna. Já, sömu sekundu. Því hann er út um allt á sama tíma. Hann horfir á heiminn í lófa sínum. Og þú sér allt sem er í lófanu þínum, ekki? Þannig er líka með Guð og Jesú varðandi kirkju sína. Hann sér þetta allt. Hann veit um alla hvað sem þeir eru, hvar sem þeir eru, út á hafi, hvar sem er upp á fjöllum, hvar sem er. Við sjáum það með Pál til dæmis þegar hann var að sigla yfir til Rómar eftir hann hafi skotið máli sínu til keisarans. Hann var út á hafi og það kom enginn með skilaboð til hans og mannskapsins að skipið myndi fara en hver maður myndi sleppa lifandi í land. Hann gaf mannskapin Páli. Akkur. Ætli hafi nú ekki verið vegna þess að Pál var að biðja drottin að hjálpa sér og þeim öllum. Og Guð er góður Guð og hann segir alltaf Páll minn, þú sleppur og þú færð alla með þér. Þetta voru á 300 manns. Guðsmaðurinn Páll bjargaði heilli skipshöfn frá dauða. Og hvað er það margir menn sem að farast í hafi? Allt og margir. En ekki þetta fólk, að því að Guð var með einn mann sem bað til lifandi Guðs. Hann þurfti ekki neina aðferð nema bara það sem ég gerir þegar ég er að biðja. Hjartað sem elskar Jesú og drottin heyrir þá bæn. Hann sagði við Pál út á sjó. Hann væri búin að gefa þeim alla þessa menn með sér. Og þetta hugreisti allan flotan, alla borð. Og þeir sluppu allir. Komust allir heim. Lífgjöfunni fegnir og sjálfsagt hefur einhver af þeim tekið trú. Reyndar, ég man ekki hvort það komin, ég held að það komin nú ekkert fram en eflaust hafa menn einhverjir af þeim tekið trú vegna þessa kraftaverk sem þarna gerðist. En hjarta mannsins er algjörlega útreiknanlegt hvað það varðar. Við munum líka eftir sögunni af holdsveikumönnunum 10 þegar drottin kallaði til þeirra: þið eru orðnir heilir, farið til prestana og sýnið ykkur og látið þá ganga frá sínum pappirinn þannig að þið geti gengið inn í borgina bara sem hver annar maður, því að holdsveikur maður var tekin út úr samfélaginu og prestarnir urðu að skoða hann og gefa út vottorðum það þið mættu koma inn og þess vegna segir að þeim að fara til prestana. Einn af þeim tók trú og þakkaði Guði. Hini voru náttúrulega bara: váma, ég er hún heill,
þvílík forréttindi sögðu þeir, og þeir heldur bara inn í borgina og pældi ekkert meira í því hvað hafði gerst. Vissu náttúrulega þeir hefðu verið heilbrigð, því að sjúkur maður veit nú þegar hann verður heilbrigður, ekki satt. En sjúkur maður sem verður heilbrigður þakkar ekkert endilega Guði lífgjöfina eða lækninguna. Einn maður gerði það, og það var meira þessi útlendingur. Kristus segir það, var það bara þessi útlendingur sem að koma og þakkaði Guði fyrir lækninguna. Hinn hafa líklega verið gyðingar. Já, en við þurfum að gera þetta allt rétt, við þurfum að gera þetta allt saman eins og Guð vill, og líka þá verður hjarta glatt áfram. Og þá erum við í raun rosalega öflugt fólk í trúnni. Og eftir því sem að við vöxum ásmegin í trúnni, þá verðum við öflugara fólk, og við þolum miklu meira hnjask heldur en ef við erum í raun með hugan alltaf við eitthvað annað, þá bara stútar dagurinn okkur aftur og aftur, og við föllum niður í þunglindi og einhvern aumingjaskap og volæði sem að gerir okkur ekkert nema illt og sogar allt líf úr hjartanu. Við ráðum þessu svo mikið sjálf hvernig lífið okkar og hvernig dagurinn okkar Þessin erum við sitjandi undir kennslu frá Drottni, að því við viljum að dagurinn okkar sé góður, og við erum búin að uppgöta það að við þurfum svona uppörfun og sprautu inn í það mál oft og tíðum. Þegar dagarnir eru bara eins og þeir eru. Þeir eru góðir í dag og já, fyrir einhvern, en það er ekki það með sagt að þú lendir ekkert í neinu í dag. Og kannski lendur í einhverju bara eftir og sem þið finnst ekki gott, og hvernig tekur á því, það bara fer eftir því hvað þú hefur til að mæta því. En nú setur undir orði Guðs, og þá allavega hefur styrkt þig að því leyti til að það er svona hugleiðandi ýmislegt sem þú vilt að sé í góðu lagi hjá þér. Og það sem er í góðu lagi hjá þér, þú getur mætt erfiðum kringumstæðum með því. Og það hjálpar þér yfir ýmsan hjallan. Þannig það er alltaf ávinningur af því að leita Guðs, leyfa honum að tala til sín alls konar. Svo yfirskriftin af þessum pistli kemur boðskapur Jesú óvart. Já, það? Kemur hann óvart boðskapur Drottins? Ekki heilmikill sannleikur því að hann kemur bara allt of oft á óvart? Hvað er að gerast í samfélaginu okkur í dag varðandi kirkju og krist? Að við viljum ekki heyra suma af okkur orð Guðs, að því við viljum ekki að þetta koma okkur alltaf svona mikið á óvart, það sem hann er að segja. Við viljum hafa kirkjunu, við viljum fá að nota hana bara helst eins og við viljum. En orð Guðs og kirkjan fer eftir því reglum þeim sem orð Guðs segir. En til þess að ég meðtaki þetta, þá þarf ég að eiga þessa auðmýkt. Annars sé ég ekki reglu Drottins og ég vil ekki fara eftir þeim. Og vantrúin er alltaf að skipta sér að kirkjunni, svo einkennilegt sem það er. Vantrúin sem fer aldrei í kirkju og tekur aldrei fram bókina, en hefur fullt af skoðunum kirkjuna, talar raunverulega það sem hún þekkir ekki neitt. Hvernig má það vera að þjóð sem hefur búin að vera með þessa bók allavega mjög lengi þekki ekki það sem að Drottin er að segja? Hvar hefur kirkjan brugðist þarna? Hún hefur ekkert brugðist þarna. En hún getur ekki troðið neinu upp á neitt. Ég get ekki troðið neinu upp á neitt, vilja hann ekki taka við því. Þannig að kirkjan hefur ekkert brugðist. Þú ferði í þína messu í hverju viku og oft á tíðum, því að það er oft hellingur í gangi eins og kirkjum, til að mynda yfir vetramánuðan, kannski minna svona yfir sumarið, vegna þess að það er nú bara þannig, hvort sem það er rétt eða rangt, að menn er út víðan völl á sumrum. Og þá liggur þetta nú eitthvað í lágin, en aldrei þannig sé niðri að það sé ekkert það er ekki lokaði 3 mánuði. En þú ferð á þínar messur, þú ferð á þínar stundir, þó sé kannski meira á vetrum.
Þetta svona bara auðvitað hvernig við viljum hafa það. Ég vildi alveg, hefði ekkert á móti því að vera meira á sumrin. En svona þetta samt. Kemur boðskapur Jesú óvart. Hann þarf ekki að gera það. Svo lesa í Rómverjabréfinu, Páll að tala þar, þessi elskaði vinur okkar, Páll, þó hann sé löngu farin, þá var hann nú samt elskaður vinur okkar, því hann lifir með okkur af því sem hann að kenna, og allir hinir Nýja testamentmennirnir sem eru Nýja testament, þetta allt vinir okkar, og hver mikið hefur ekki lært af þeim öllum, mestu þetta af Jesú sjálfum, og svo Páli þar á eftir, þess að hann á svo mikinn part af Nýja testamentinu. Þannig að við bara eðlilega lærum töluvert mikið af honum. Fyrsti kafli, fyrsta vers. Páll heilsar ykkur þjónn Jesú Krist. Það tekur alveg skipt fram, þjónn Jesú Krist. Sem Guð hefur kallað til að vera postuli og valið til að boða fagnaðarerindi sitt. Sem sagt, hann kemur með alveg skýrar línur, að hann sé komin til þess að boða fagnaðarerindi drottins. Hann ekki komin í eigin nafni. Hann dáinn sjálfinu, eins og vorum að tala líka á það. Ef þú ætlar að þóknast Guði, þá þetta nauðsynlegt. Af hverju kemur þetta þér á óvart á, og þetta skulle vera sagt? Eða gerir það. Við sjáum Pál, hann bara viðurkennir þetta hér, með glæsibrag. Svo bara lesa þetta aftur. Páll heilsar ykkur, þjónn Jesú Krist, sem Guð hefur kallað til að vera postul og valið til að boða fagnaðarerindi sitt. Páll komin í nafni Jesú Krist, sem hann lét spámenn sína áður flytja fyrir sem Guð hefur kallað til að vera postul og valið til að boða fagnaðarerindi sitt, sem hann lét spámennan sína áður flytja fyrir í helgum ritningum. Með öðrum orðum, að fagnaðarerindið átti ekkert að koma neinum og óvart. Því að spámennirnir sem voru undan Kristi voru með boðskapin Krist og komu hans, akkurju, í einum tilgangi, til að undirbúa þjóðina undir það sem kæmi, til að hún stæði ekki bara gapandi þegar það kæmi. En það var einmitt það sem gerðist. Þegar Jesú kom, þá stóðum við gapandi, hver nú þetta? Akkurju? Hvað með orð spámannanna sem fluttu þeim fyrirheit fagnaðarerindið? Hvernig stóðu því að þeir tókuðu þessu svona? Var það ekki bara einni ástæðu? Þeir heyrðu aldrei orðin sem spámennirnir fluttu í raun og veru. Þeir heyrðu þau, en heyrðu þau þó ekki. Svo kemur Messias, friðarhöfðinginn, lausnarinn, og svo framvegis þeir væntu, spámennirnir allir höfðu talað og þeir göftu og segðu, hvað nú þetta? Og hvernig þetta ekki ennþann dag í dag í raun og veru þannig? Hvað þessi kirkja núna að gapa? Hvernig stendur á því að kirkjan árið 2015 stendur í gegn þessu og hinu og hinu og þessu? Sem bara synd. Hvernig má það vera að við segjum svona? Af einni ástæðu. Við heyrðum aldrei boðskapin. Þá kirkjan ekki að standa sig? Kirkjan að standa sig. Ég mun alltaf taka þannig til máls. En fólkið þetta víðan völl. Þess vegna talar Páll með þessum hætti. Að fagnaðarerindið ætti ekki að vera einhver furðu fiskur í umhverju mannana. Það sem þeir bara reka upp stóru augu og segja, hvað þetta? Og það máttu gyðingarnir eiga í lögmálinu, að þeir voru mjög uppteknir við það að kenna lögmálið og kenna upp úr Gamla testamentinu.
og spámennirnir þegar þeir voru þá töluður þessi mál meðal annars það að kæmi á einhverju tímapunkti kæmi fram aðili sem boðaði þeim fagnaðarerindi. Kannski héta ekki fagnaðarerindi, það getur vel verið þeirra orða þetta einhvern öðru en þeir voru samt að boða fagnaðarerindi. Svo kom fagnaðarerindi í Kristi og þeir göftu. Við erum nefnilega ekki alltaf að heyra það sem verið að segja, og þetta bara enn þann dag í dag. Við sem elskum Jesú, við sjáum ekkert nema gott við kirkjuna. En kirkjan í dag, eins og öllum tímum, á jafn mikið undir högg að sækja og verið hefur. Menn og konur kirkjunar sem elska kirkjuna og vita að það gott eitt sem þaðan kemur, þurfa enn að standa diggan vörðum ýmislegt til þess að missa ekki frá sér. Hvernig má þetta vera? Hvað nú þetta? Segja menn. Enn og aftur kirkjandi tómra á vandræða, segja menn. En kirkjan ekki til vandræða. Menn hins vegar vilja hlutast til það sem að kirkjunar án þess að vita hausnist borð á því sem þeir að tala Af hverju? Það veit ástæðu. Þeir hafa ekki kynnt sér málið. Þeir hafa ekki heyrt fallegan boðskapinn. Ekkert frekar en þeir sem að heyrðu fagnaðarerindi að það kæmi og göftu svo þegar það kom. Af hverju? Þeir heyrðu aldrei þessi orð. Heyrðu en heyrðu þó ekki. Að heyra og skilja eitt, að heyra og skilja ekki annað. Að heyra og skilja raun það þú meðtekur, að heyra og skilja ekki, þú meðtekur ekki neitt. Og svo stendur þú frammi fyrir því sem þú kannski búin að heyra 100 sinnum en skildir aldrei og þú segir, hvað nú þetta? Þetta sögðu þeir mikið af blessuðum gyðingunum, vinum okkar, sem að þeir heyrðu Krist fyrst vera að tala og boðskapinn frá postulunum líka. Það var sama upp á teningnum þar og það ennþá sama upp á teningnum þegar kemur að fagnaðarerindinu. Menn bara gapa og tala gamla tíma og úrelt orð og ég veit ekki hvað. En svo fara menn að kanna málið, kafa ofan í þetta og það gera þeir náttúrulega ekki fyrir heilagur andi opnar á þá og heimilega þeim að kanna þessi mál. Þá sjá þeir bara vámaður, þetta bara gull og gersemi og þeir byrja að verja þetta og þeir byrja að tala fyrir þessu og mæta alveg nákvæmlega sama og allir hinir og þeir bara, menn fara og reka upp alls konar gól og setja upp alls konar skrítin svip. Ég raun og verið þess að segja, hvað nú þetta? Þetta verið svona öllum tímum. Þetta var ekki að byrja neitt í den, þetta bara í kringum okkur í dag. Ekki rétt hjá mér? Boðskapur kirkjunar svo mikið upp á pallborðinu hjá okkur? Hvað kemur ef það kemur presturinn í dagheimili? Því lokað, eða presturinn bara hent út. Við viljum ekki að börnin okkar heyri neitt það sem hann að segja. Af hverju? Við vitum ekki hvað hann að segja. Að þið þekkjum ekki boðskapin sem hann að bera fram. Og eru búin að telja okkur trúum það að þarna sé bara eitthvað ægilega slæm. Og það bara þannig. Vissu, hvað að vera? Hvað nú þetta? Ekkert breyst, elskuðu vinir. Lesum þetta aftur. Sem hann lét spámenn sína áður flytja fyrir í helgum ritningum, fagnaðarerindi son hans, Jesú Krist drottni vorn, sem maður hann fæddur af kyni Davíðs, en heilagur andi hans auglýsti með krafti að hann sonur Guðs þegar hann reis upp frá dauðum. Ekkert nýtt. Þessi orð þurfi ekki að koma nokkru manni óvart. Og allir menn á þessu kristnum svæðum hafa heyrt þessi orð aftur og aftur.
en heyra orðin þó ekki. Svo standa þær andspænis þessu og þeir reka bara upp stór augu. Hvað var nú þetta, maður? Þetta segir okkur það með skýrum hætti að orðið verður að óma og hljóma. Það verður að ganga inn í vanþekkinguna. Það verður að fá að sveiflast þar á milli. Því að Drottinn er svo góður við okkur. Hann lærir ekki máls á því að nema það að þekkingin sem hann er með fái að vera innan fólki. Hann annir svo vel og mikið að hann, jafnvel þó menn vilja ekkert með þetta hafa, þá hlustar hann sem betur fyrir ekkert á það. Orðinar skulu samt skuttlast þarna á milli. Þannig vinnur þetta. Af því að enn er náðar tími og náðin kemur og birtist okkur í þessu formi líka. Að orðinar eru allt okkur. Fyrir aftan okkur, ofan okkur, neðan okkur, hvar sem er, þar er orðið líka. Það er því ekkert við orðið að sakast, þó við rekum upp stóra augu og spyrjum aftur og aftur, hvað var nú þetta? Þetta verður að heyrast. Orðið verður að óma og hljóma. Og þess vegna tölum við Pál, Krist og Pétur og allar sem menn sem vini okkar. Því að þetta eru mennirnir sem að kenna okkur enn þann dag í dag réttan veg. Kristni mín og trú segir mér, þetta er réttur vegur. Þannig að ég segi ekki hvað var nú þetta þegar ég heyri þetta, ég veit hvað þetta er. Og ég vil taka við því, ég vil hlúa að því, ég vil soga það til mín. Af því ég veit að þetta gerir öllu fólki eitt bara gott. Og þú tekur undir þetta vegna þess að þú ert að reyna af þessu sama orði bara gott. En fullt af fólki á þetta ekki, meðtekur þetta ekki. Það er einhver stór augu enn þann dag í dag. Og eins og vorum að tala á því að kemur presturinn og dagheimili, þá voru allt bara vitlaust, hvað er þess að gera hér? Upp á dekk. Og við tökum botnin okkar úr frá þessu dagheimili fyrir búið að tryggja það að presturinn kom ekki aftur. Akkurju? Við hvað erum við hrædd? Við erum hrædd við það sem við þekkjum ekki. Og hvernig getur staðið á því að við þekkjum ekki orð Guðs? Að því við heyrðum, en heyrðum þó ekki. Við heyrðum orðin, en skilduðum þau ekki. Og það er sama, ég raun og veru að heyra ekki því að það upplýst ekki fyrir þér fyrr heldur en að þú skilur það sem verið er að segja. Og skilningurinn og orði Guðs er gjöf. Og þetta byrjar allt á byrjunni. Orðið flýgur og tekur sér bólfestu þar sem að það getur. Það er fyrsta sáðkornin að trúnni. Svona hefur þetta alltaf verið og svona verður þetta áfram. Og Drottinn fer ekki mangarinn að ráleitt. Hann er með sitt orð á fullu í því umhverfi þar sem verið er að tala og þar sem menn eru yfir höfuð. Það hafa allir heyrt. En sumir þó ekki. En svo er aldrei að vita nema að því orðin eru þarna á sveimi, nema einhver opni andartak á. Hrópi andartak til Drottins, hjálpaðu mér. Og kemur það. Þetta var það sem ég sagði þegar ég hætti að drekka. Í raun og veru, ég sagði Drottinn, eða ég sagði ekki Drottinn. Ég sagði, þetta gengur ekki lengur. Það var raunverulega mitt hróp. Og bang. Sekundu seinna vissi ég að ég myndi aldrei aftur drekka vín. Þetta var árið 79. Þetta var orðið. Og hér er ég, öllum þessum árum seinna,
að tala þetta sama orð. Efast ekki eina sekúndu gildi orðsins. Og ég rek ekki lengur upp stór augu og segi, þegar ég heyri einhvað sem kannski fer illa í hjartanu mínu, hvað var nú þetta? Því ég veit hvað það er. Það kom frá hæðum. Það fagnaðarerindið það sem átti alltaf að koma. Ég reyndar ekki gyðingur og ég heyrði ekki orðin sem að spámennirnir sögðu eða las í Gamla testamentinu. En þeir gerðu það. Þeir voru kostgæfnir í að kenna orð Guðs. Samt þekktu fæstir af þeim og kannski enginn til að byrja með að þarna var fagnaðarerindið sjálft komið og þeir sem kendu kostgæfilegast upp úr ritningunum voru eiginlega manna vestir. Og það ekki gott. Þess vegna vil ég ekki, ég hveiti með mig, til þess að láta hrokan ná á minn tökum. Þess vegna vil ég að þekkingi mín leiði mig réttan veg, geri mig að auðmýkri mannesku, en ekki að þekkingin blási mig upp. Það verður með það sem þekkingin gerði við þess ágætu menn, sem þekkti ekki drottinn þegar hann kom, þekkti ekki fagnaðarerindið þegar það byrjaði að óma. Og það byrjar að óma með drottni sjálfum. Og ég segi því ekki, hvað nú þetta? Ég veit hvað þetta er. Og þeir sem eru kominir á sama stað og ég þessu, þeir vita það líka. Þannig við segjum, kirkjan ekki vandamálið. Vantrúin vandamálið. Kirkjan ekki að hindra allar framfarir í landinu. Nei, það blinda mannana sem kemur í veg fyrir að þeir sjáu það sem kirkjan að gera sem gott. Og drottin snillingur í að opna augu blindra. Hann notar til þess orðið. Og þess vegna verður mönnum ekki hlíft við orðinu. Því enn mann áðar tími. En þessi tími hverfur. Þá hverfur náðin. Þá verður það engin orð til þess að leiðrétta einn og annan. Og það verður vondir tímar. Tímar antikrist. Þú trúir ekki þessu. Líklega vegna þess að þú trúir ekki orðið Guðs. En ég trúi þessu og ég veit að þetta mun gerast. Þess vegna vill ég í það minnsta fyrir mína parta og mitt líf haldast við í trúnni og fari ekki inn á stað með sjálfa mig sem ég veit að mun ekki gera mig gott. Einn af þeim hroki. Ég bara manneski eins og þú og það mjög auðvelt fyrir mig eins og þig að fara á stað hrokans, en ég veit langt segin ég gerði mig grein fyrir því að það raun og veru aðskilnaða frá Guði. Og ég veit að þekkingin sem ég hef og þú hefur líka, hún gæti blásið mig upp, og það ekkert annað en hroki og aðskilnaða frá Guði, og það vil ég ekki heldur. Og ég hef lækning og ég hef meðalinn í það. Og hvað heitir lækningin og meðal? Auðmýkt. Þess vegna vil ég temjast við þetta og venja mig á þetta. Já, venja mig á þetta. Þetta ákvörðun. Og þess vegna get ég sagt það, nei, boðskapur Jesú Krist kemur mér ekki á óvart. Og ég rek ekki upp stór augu og segi, hvað var nú þetta? Að því ég veit hvað þetta er. Ég hef heila bók til að segja mér hvað þetta er. Og ég lesi þessar bók vegna þess að ég vil að hún segi mér það sem að gerast. Ég vil að hún viðhaldi í mér trúnni. Ég vil að hún segi mér það sem ég þarf að vita að varast hrokan til að mynda. Og beygja mig auðmýkt frammi fyrir lifandi Guði. En ég beygi mig ekki fyrir nokkru manni þó ég þýði skipulað þeirra. Það er allt annað mál. Trúin segir mér að þýða skipulag manna. Að því að það þarf að vera
og að því að það er friður því fylgjandi að fara þannig með málin, afgreiða þau þannig. En Konráð Rúnar Friðriksson hefði verið sett ekki lengra og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og móða úr og vinna meira með og tilgangur ekki annar, heldur þessu góða verki Drottins áfram að þegar þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið.